höfnin í Vestmannaeyjum var búin að vera í marga áratugi mesta útgerðarhöfn landsins, eða með þeim mestu. Og þar kom náttúrulega óhemju mikið af gjaldeyri sem kom þar meira og minni í gegn. Þannig að það var náttúrulega róttök fyrir íslenskt efnahagslíf ef að eyðilöngin hefði orðið arðtil. Það var, má segja, að þar hafi myndast fyrst sinn svolítið tómarúm, en eiginlega áttuðu sig ekki á því hvað væri næst. Það var ákveðinn hópur manna eftir í Vestmannaeyjum, eins og þeir sem að bæjarstjórnarmenn og ýmsir aðrir sem að vildu ekki fara og gæta að eignum og það var byrjað að bjarga úr húsum. En síðan þegar þetta fór svona að verða ljóst hvernig gosið myndi þróast, að þá náttúrulega sáu menn að það mátti gera ýmislegt til þess að forða verðmætum og jafnvel að reyna að verjast. Og við vorum komnir hingað sennilega hádegi daginn eftir og þá lenti ég í að aðstoða við að lóga bústofninum frá Pétri, nei ekki Pétri heldur, Þorbjörn á Kirkjubæ. Þessa fyrsta daginn og fyrstu nóttina þá ég alveg viss það að þeir sem bjuggu þarna austast að þeir mistu sína búslóð, þetta fór bara undir. Við höfum enga mannskap til þess að ná í neitt. Það var ekkert að mannskap í eyjum, það voru bara sárafáir menn. Þegar að fór að kvikna í húsunum af því að grjótið braut rúður og fór inn á gólf og kveikti í húsunum, þá var farið að negla fyrir glugga og svo komst svona tímabil þar sem var verið að reyna að varðveita eignir, húseignir, reyna að láta þetta ekki skemmast. Þetta fyrstu dagana þá var mannskapurinn bara keyrður alveg á fullt. Það voru allir bílarnir úti og sumir bílar voru í hvort það voru einhverja 3 daga sem var stanslaust bara úti í útkalli. Við fengum bæjarstarfsmenn heim á fimmtudeginum, þetta gerist á stað fram á þriðjudags. Það var fimmtudegin sem þeir koma og þessa þriðjudagurinn og miðvikudaginn liðu svona með að menn voru átt að segja því hvað var að gerast. Ég var á einhverjum svona mokkasíu skóm einhverjum, eitt reimaður að mér og ég man eftir því þegar að ég var á Kirkjubæjum og þar í húsunum, þá tók ég eftir því að það var svo heitt jörðin undir skónum að ég sprautaði svona niður fyrir mig til þess að kæla og svo eitt skipti þá fattaði ég það að ég var búinn að týna öðrum skónum. Ég var inni 3 daga af afró og var að reyna að hjálpa til svona þar sem mest lá á að bjarga þarna austur frá og svona. En þetta var nú strax komið nokkuð gott skipulag á þetta og það var aðalega slökkvilið og björgunarsveitin og svo náttúrulega lögreglan. Fólk hringdi og var að láta vita að það væri kviknað í þarna og það var mjög stutt í grínið hjá einum og þegar einhvers hringdi og sagði þér að kviknað hérna í fleiri húsum og þá á þess að hinn væri búinn að segja hvar þetta væri, þá sagði sá sem var í símann áttirðu pantað. Við fórum við flugvél til Vestmannaeyja og Guðjón Petersen, við vorum svona fulltrúar Almannavarnaráðs, tengilíðir á milli Almannavarnaráðs og herráðsins sem við kölluðum í Vestmannaeyjum. Það var það náttúrulega númer 1 þegar við komum, þarna á 3. degi, það var að koma skipulagi á hlutina. Þetta var svona hálfgerð kaos í vinnubröðum.
Þannig að við settum upp þessar deildir, þessar ákveðnu verkdeildir sem átt að sjá mismunandi þætti. Við ákváðum að það skildu vera haldnir alltaf samráðsfundir á morgnana áður en menn færu til verka og síðan aðri fundir á kvöldin til að fara yfir það sem gert hafi verið, hvernig það hafi verið gert og hvort að hlutinir hefði gengið eftir þessu skipulagi. Þessari reglu var haldið. Okkur var vísað upp á efstu hæð í bæjarstjórnarhúsinu gamla. Þar sátu 5 menn og mér oft hugsað til þess að þeir horfðu í eldinn og hrærðust ei, sko. Þeir fóru ekki. Þeir voru ekki að fara. Það voru Magnús Magnússon, bæjarstjóri, Páll Sófóníasson, bæjartæknifræðingur, Einar Valur læknir, slökkviliðsstjórinn Kristinn og forseti bæjarstjórnar Sigurður Geir Kristjánsson. Þeir voru ekkert á förum. Það var ákveðið að verja húsin fyrst, verja þau með stálplötum og sérstaklega glugga sem snýr í austur og þakglugga og þá var fengnir til þess flokkur frá Trésmíðafélagi Reykjavíkur og fleiri góðu menn. Patton tók á móti okkur við skipslið, Sveinn Einarsson slökkviliðsstjóri á Keflavíkurflugvelli. Hann byrjaði nú að ræða við okkur hvernig væri best að standa að verki og við þurfum að dreifa okkur og við skipulögðum 10 manna flokka og sem að fóru ákveðin svæði og áttu að negla fyrir þá glugga og dyr sem að sneru að gosinu. Síðan fór askan að leggjast á þökið þannig að það þurfti annaðhvort að moka af þökunum eða ef það var hægt að slá undir þau, semst að styrkja þökin þannig að þökin brotnuðu ekki saman. Nú það fóru þök, það fóru kviknaði í húsum en þetta var semst að draga úr þessu tjóni sem að þetta var gert. Slökkviliðsstjórinn í Keflavíkurvelli, hann var nú geysilega öflugur og við kölluðum hann nú Patton í nafnið herforingjanum ameríska og hann hafði nú samband við herinn alla tíð og þeir sendu okkur mikið af mönnum og ég brosti nú að því á eftir að þeir voru settir undir stjórn þáverandi formanns Trésmíðafélagsins sem var alþýðubandalagsmaður. Patton, hann var nú sá sem vakti lengst þarna. Ég held að hann hafi verið búinn að vaka eina 4-5 sólarhringa. Ég komst í 4 mest sólarhringa og þá var maður eiginlega orðinn dofinn. Hann var að klípa sig svona í lærin og í handleggina til þess að finna til. Við sem að lentum í eldlínunni fyrst að við höfum talið að við mættum ekki líta af og unnum ótæpilega mikið, ótæpilega lengi sem að kannski má segja að hafi komið niður á dómgrindinni stundum þegar við vorum að starfa vegna þess að við gáum okkur ekki nóga hvíld. Þeir fengu 2 tíma hvíld á nóttu þegar komið var svona þokkaleg regla á hlutina og þá höfðu við Patton undir höndum svefntöflu frá lækninum, Einari lækni og sem að var, við köllum það rótar því að þeir steinsofnaðu þeim. En þegar björgunarsveitirnar komu þá náttúrulega leystist þetta mjög mikið. Það komu þarna 30-40 manns, ég man ekki hvaða dag það var, en allt í allt stundum að þá voru þetta milli 200 og 300 manns sem að voru þarna í björgunarsveitinni sem að var að bjarga úr húsunum. Og í mínum huga er það ekkert fyrr en að vika í liðin af þessum tíma að menn setjast niður eiginlega þegar að hingað kemur þingmannanefnd og menn spyrja svona kannski með áleitna spurninga því að það hafði náttúrulega heyrst einhver ádeilur á það hvernig staða væri að verkum hérna og þá man ég að Guðjón er spurður að því sem sagt það hvernig þetta gengi og hvernig skipulagið væri og þá sagði hann við erum bara hér sem ráðgjafar.
Þetta, að hugsa sér það að þetta viku eftir að þetta byrjar allt saman, að ég uppgötva það að maðurinn sem að ég var að fara fyrirmælum frá, hann var minn ráðgjafi eða okkar ráðgjafi. Almannavarnaráð ríkisins fór með ferðina þar sem að hvað mættu vera margir hér í Eyjum á hverjum tíma. Það vil segja það að við gátum ekki, eða Vestmannaeyingar sem fóru upp á land, þeir gátu ekki bara komið tilbaka svona 1, 2 og 3. Það var lokað. Við fréttum að það væru 2 skip sem væru að fara til Eyja kvöldið og það var algjörlega neitað að fara um borð í annað skipi. Skattstjórinn í Vestmannaeyjum staddur við landganginn á Esjunni þegar fólkið að koma og sér þá að inn í þessum hópi sem að koma eru andlit sem hann kannast ekki við. Og hann kallaði þarna einhvern lögreglumann sem að hann bað að myndu vísa þessu fólki frá og þá kom í ljós að þetta voru, við skulum segja góðkunningar lögreglunar hérna á höfuðborgarsvæðinu sem ætluðu sér að flá feitan gölt út í Vestmannaeyjum. Skipstjórinn á Heklu, ég fór í hann og hann sagði við mig, taktu bara þá með sem að þú treystir og þurfa að fara. Ég var búinn að leggja bílnum heima hjá mér og að byrja að tína svona til inni og pakka sem eins og mögulegt væri. Svo þegar ég kem út, þá var bílinn horfinn og ég fór nú að gá í nágrunnu, þá var hann kominn í næstu götu. Og það var sama með hann sem hafði tekið bílinn, hann var inni að pakka hjá sér. Svo ég tók bara bílinn og fór aftur heim með hann. Það var óðarlega mikið af fólki sem var að reyna að fá að komast út í Eyjar að hugsa sitt. Sína búslóðir og svo framvegis og það gekk nú svona, eins og ég segi vel nema hvað almannavarnar var alltaf að þrekast við. Maðurinn minn var hér og hann fékk engan gám til að sitja í og hann bara fór með þetta bara í lausu og svo hringdi hann bara í mig og sagði þetta að koma með þessu skipi og við áttum held í 1 eða 2 málverk og hann sagði mér bara hvar þau væri í einhverju gangi í skipinu, bara hafði lagt þau þar í stölu fyrir vegg og svo komu bara stóðmaðurinn á bryggju og horfði á og svo komu stroffurnar fullar á dóti, lausu og svo bara sagði mér já, þarna borðið mitt og þetta stóllinn minn og ég og þetta og ég og hitt. Við vildum bíða eftir gámum, en það gátu menn ekki gert. Menn lág á, bara áttu hugurinn og menn fluttu, ímynda hvernig húsgögnum fóru. Bara flutt og mestmegnis óvarinn í bátum. Í slæmum sjó. Ég man eftir einu stað sem ég fylgdist með að það hafi verið borin út búslóð en ekki tekin, ekki fluttir á bryggju og borð. Og það rigndi yfir þessa búslóð grjóti og hún var hreinlega handónýtt á stuttum tíma. Ég meinti að það voru sumir sem reistu höfuðið þegar maður fór að brjóta glugga til að koma henni út og við náðum henni. Og svona var líka til þess á búastöðu þegar Jón frændi, hann braut glugga held ég til að ná út í skáp að menn trúðu þessu að þetta væri alltaf hverfa. Ég man þegar við fórum með vörubíl og sóttu dótið okkar og það var híft borð í Esjunni bara í neti þannig að það mikið af því bara skemmdist og brotnaði. Maður bara var í Reykjavík fyrstu dagana og labbaði niður í Hafnarborg, þar var sett upp svona miðstöð og þetta var bara að hanga og náttúrulega var ég með 30 ára gamlan strák og nei, maður gat ekkert unnið því að það var ekki til dæmin. Svo reyndar, hálfbræður hérna undir fjöllunum sem hringdu sig í mig og buðu mér að koma
og það var lífsreynsla út af fyrir sig vegna þess að það nötraði þar allt á skalf því að það voru svo mikið læti líka upp á landi. Það virtist eins og áhrifin hér höfðu líka áhrif þar og það þoldi engin hurð lokuð, það opnaðist allar hurðar og svo maður var eiginlega líka var við þetta þarna. Og það vildi þannig til að mér bauðst húsnæði ásamt annarri vinkonu minni í Keflavík. Og svo bættist þriðja vinkona við. Og ég sá fram að það að ég með mín 5 og þær með syngur 2 börnin, að það gæti aldrei gengið upp. Svoleiðis að 3 elstu börnin fóru til pabba síns. Jú, ég fékk hjá verkalýðsfélaginu einn bústað og reyndar við vorum 2 fjölskyldur, ég og annar bróðir minn sem fengum þarna 20 fermetra hús. Hann með 3 stráka og ég með 3 börn. Það var ansið þröngt í kotinu. Ég held að það nú aldrei verið öll í einu. Það rettaði þetta. Svo frétti ég af henni, hún var að basla við að komast ykkur þar inn og endaði með því að hún fekk inni á eyðijörð í Sandvíkurhreppi. Gekk bara erfiðlega að finna hana í fyrsta skipti sem ég fór upp á land eftir að gosið hófst, sko. Ég fór ekki fyrir svona, ég var allavega mánuður ef ekki 2. Þá var hún búin að koma sér fyrir hérna inn í Austurkoti. Og við sátum þarna 3 og vorkenndum sjálfum okkur, alveg óskaplega mikið. Og síðan fréttum við því að það vantar konu til Vestmannaeyja. Og við töluðum held ég við, ég man ekki hvort það var Páll Zóphóníasson eða ykkur af þessum mönnum sem þarna voru og þeir tóku okkur vel og komið okkur vantar starfskrafta. Og við ákvaðum bara að reyna hjá góðu fólki, koma þessum börnum okkar fyrir, sem við gerðum og það var erfitt. Það var rosalega erfitt. Þau voru með tárin í augunum og ég líka. Mjög fljótlega að menn fóru að óttast tilvist hafnarinnar og náttúrulega bæjarins í heild og þá var farið að ráðgera að ýta upp görðum og fá vinnuvélar og tæki til þess að ýta upp jarðvegsgörðum til þess að reyna að hefta framrás hraunsins. En síðan var gerð tilraun þarna í fyrstu viku febrúar að kæla hraunið og með þeim það góðum árangri að menn sáu það að þetta var ekki nein ábylja hjá Þorbirni Sigurgeirssyni sem var með þessa hugmynd og vel studdur af mörgum góðum mönnum. Aftur á móti voru aðrir sem hafðu allt á hornu sér með þetta og vildu kölluðu þetta bara fíflagang. Og ég hitt hann og ég þekkti hann, hann kom ofta á slökkvistöð og við töluðum mikið við hann og við spurði hann að því hvernig datt þetta í hug. Það var saltfiskur heima hjá mér og feiti út á og feitikílótið það datt koll og þá rann feiti út á borðið og út af borðinu og mín niðurstaða var svo að það kólnuðu ystu brúnir feitislækjarins og þær eftir hvað kólnuðu vel þá stóðu þær betur fyrir straumnum og sveigðu lækinn til þannig hann rann í hlykkjum út á borðinu. Við lánuðum honum slökkviliðsbíl og hann var staðsettur á miðri Helgafellsbrautinni þar sem að hraunið var nú að koma og þar var pumpað vatni alveg stanslaust og það myndaðist bara vík þar sem að bílinn var. Hraunið fór fram hjá honum báðum megin, það sannaði það náttúrulega að kælingi var öflug og hjálpaði mikið. Og þeir höfðu prófað þetta út í Surtsey
þegar hún gaus og fannst vera árangur af því að þeim hefðu ekki náðan sjó þar til þess að, og svo ekki nóga dælingu til þess að væri svona marktækt. Mér fannst þetta og náttúrulega miklu fleirum að þetta væri eiginlega alveg vonlaust að það væri eitthvað gagn að þessu. Kölluðu þetta nú bara mígur eða eitthvað svoleiðis, hraunpísir í. Ég verði að játa það að það voru ákveðin öflin almannaráð sem að töldu ætti ekki gera og töldu ekki neitt vit í því, það hefði ekkert að segja. En sem betur fer þá unnu vísindamenn og heimamenn þá baráttu. Þetta almannavarnanefndin hér sem fer með ferðina svona í byrjun og setur þetta á stað og reyna að ná öllu þeim dælum og annað sem að til þurfti. Við hafðum Hauk í horni sem var Sveinn Eiríksson sem hafði eiginlega komið hérna mest megnis út af því að hann vildi hjálpa Þorbirni með að sprauta hraunið. Það var alveg ofboðslega áhrifaríkt að sjá hvað maður gat stjórnað þessu feikilega afli að ef maður lagði sig niður við að sprauta rétt á hraunið og þegar leið og kom kvika ykkur að fram sem var efst á veggnum, þetta var yfirleitt þannig að það kom hraun sem var lag ofan á annað, þá reyndi maður að slökkva og stafla því upp. Sko Þorbjörn réði þessu alveg út í hörgul og við bara geymdum því sem hann sagði. Stundum var það bara einhverju klukkutímar og þá fannst honum árangurinn ekki vera nógu góður og þá fór hann kannski 20 metra, kannski 200 metra. En þetta var ekkert agalega stórt svæði sem var einblínt á að kæla. En svo náttúrulega brast þessi veggur stundum og þá var maður ofsalega svekktur. Það kom fyrir einu tvisvar eins og ég sagði að það klikkaði okkar dælingin og þá lágu slöngurnar niður því að jörðin var svo gríðarlega heit. Það var bara örstutt í blóð og þetta ekki nema bara krafsa. Og þá var maður að stikla á steina til þess að ræta tilbaka. En svo þegar að hérna fór að smúla á nýjan stað, þá gat allt farið í slíkt hérna svona gufukó að maður sá ekki tærnar á sér og þá gat verið dálítið snúið að komast tilbaka og stundum orðið ansi heitur á löppunum. Og menn voru í bardaga og gáfu sig ekki svo og gengu vaktir. Menn voru bara að berja eftir náttúruna og trúðu því að þeir myndu sigra. Ég held að það sé nokkuð vafa á því að þessi baráttu hefur gerð að verkum að Vestmannaeyjar voru mannaðar aftur. Ég var á loðnu á tímabili og lönduðum tvisvar hérna í Vestmannaeyjum í gosinu, það var skrítið. Við höfðum alltaf stefnt á það að reyna að setja í gang, alveg ákveðnir í því. Möguleikarnir sem við höfðum til þess voru góðir vegna þess að við höfðum byggt yfir hluta af hráefnisstrónum þannig að við gátum tekið hráefni í undir þak sem að náttúrulega hindraði þá öskufall eða aska lenti í hráefninu. Og á hinn bóginn vorum við líka sjálfum okkur nógir með rafmagn, við höfðum rafmagnsframleiðslu. Og þannig að við höfðum pálmann í höndunum ef að höfnin lokaðist ekki og hráefni menn þyrftu að koma með hráefni til okkar. Og við vorum voðalega ánægðir þegar fyrstu loðnubátarnir voru að landa hjá okkur og verksmiðjan, fyrst mjölksverksmiðja Vestmannaeyja, hún fór að bræða þannig í miðju gosi. Það þótti nú öllum gott. En það kemur bátur hér, Þórkatla á Grindavík og hún áður fyrir ykkur áfalli og kemur hérna í höfnina. Og þá var allt tilbúið hjá okkur og Þorsteinn Heitinn Sigurðsson, framkvæmdastjóri Verksmiðjunnar, hann segir já nú störtum við. Manni fannst þetta bara hörmulegt, þetta var allt kolsvart og dimmt og bara ömurlegt. Þó fannst maður einhver glæt að þessi verksmiðja skyldi þó verið í gangi.
því að flestir voru bara farnir burtu. Við vorum taldir gjörsamlega bilaðir. Það var engin spurning það hjá stórum hóp manna vorum við gjörsamlega bilaðir. En svo var aftur á móti, sko, þegar þetta fer í gang, að þá var eins og lyftist mórallinn hjá Vestmannaeyingum upp á landi. Að það var verið að gera eitthvað jákvætt, það var verið að gera eitthvað annað heldur en að moka, hérna skal ég segja þér, ösku eða byrgja glugga eða reyna að stoppa með hérna vatni. Það var leitað ráðgjafar hjá einum frægasta eldfjallasérfræðingi heims sem að þá var talinn, Harold Tashev, franskur sérfræðingur, og hann kom til Vestmannaeyja og skoðaði aðstæður og við urðum fyrir miklum vonbrigðum með hans framgöngu í þessu vegna þess að hann kom til Eyja og tala aldrei við almannaráð en fór svo beint út aftur og hann lét hafa það eftir sér í blöðum að við værum eiginlega svona hálfgeggjaðir menn því að það mætti búast við að Vestmannaeyjar springju loft upp þá og þegar og þetta olli náttúrulega ákveðnum óróa hér á landi því að við vorum með það mikið af fólki út í Eyjum og menn höfðu einsett sér að verjast. Það var nú verið með allar handlana varúðarráðstafanir á bak við eyrað. Til dæmis ef að höfnin lokaðist alveg þá var ég búinn að tala við þáverandi vita- og hafnarmálastjóra það að opna nýja innsiglingu gegnum Eiðið og hann var búinn að skaffa í það eða minnst að kosti undirbúa það að fá nógu öfluga vélar til þess. Magnússon hann var náttúrulega rosalega áhyggjufullur yfir sínu fólki, yfir íbúunum og svona, en hann var sko ekki síður áhyggjufullur eða líka áhyggjufullur yfir því að þarna var sko, það var tiltölulega nýlega búið að leggja vatnsleiðslu til Eyja. Hún sko leitt þarna úr Eyjafjöllunum og þetta var rosalega dýr framkvæmd. Það var alltaf svo lélegt vatn í Eyjum og þetta voru erlendar skuldir og tryggingar borga ekki þegar náttúruhamfarir. Tíma vorum við að velta því fyrir okkur að fá sprengjuvélar frá Keflavík til þess að sprengja sko, víkur út austur af inni. Þar hefði náttúrulega hraunið ekki stemmt. En menn voru nú allar, sko, það var nú aðalega voru menn ósammála því að því leytinu til að sprengingarnar myndu sko deyja bara út í vikrinum. Það voru strákar á kokkaskólanum að var að útbeina kjöt alls og niðri. Þetta var, matstofan var á 3. hæð og þeir voru að útbeina kjöt niðri. Komu upp 2 af þeim og sagðu ekki bara geta þetta, því að þeir væru bara að sofna. Og náttúrulega ég fór að rífa kjaft hvort þeir hefðu verið að djamma um kvöldið eða hvað væri að fór niður. Og ég fann strax að það var eitthvað skrítið og opnaði hurð sem var niður í kjallara. Þá sá ég dauðan kött í tröppunum. Og þegar ég beygði mig svolítið niður og ætlaði að fara að kíkja betur, þá var eins og ég fengi kjafsögn. Við þekktum ekki þetta gas og það er kannski það eina sem að svona kom okkur öllum að óvart. Öllum, segi ég. Ekki bara svona manni sem ekki hefur neina þekkingu á jarðvísindum annað. Þetta kom líka jarðfræðingum óvart. Gasið var hérna í það sem við köllum hérna neðri bænum. Og það var skrítið að sjá gasið þegar það kom hérna niður Birkihlíðina sko, þessi bláa slæða, þetta var bara eins og lækur. Liðaðist bara hérna niður og alveg niður á bryggju sko. Þú gast tekið blað og sett ofan á og það bara flaut.
Við tökum pröfur á nokkrum stöðum og sendum og fáum Braga Árnason til þess að efnagreina þetta. Og hann kemur hérna út sama dag og það var hér haldið þorrablót í samkomuhúsinu. Og hann kemur og segir okkur það að þetta gas sem að koma upp og sums staðar, það þétt að það alveg upp í 90% koldíoxíð og jafnvel banvænt kolmónaxíð. Maður fann það alveg að maður fekk svona hjartslátt og þyngsli yfir hausinn og það var mjög áberandi þegar það var stabíl, þá neitaði hann að ganga. Einn morguninn þegar við vöknuðum þá var orðið kalt í húsinu og þá vissum við náttúrulega að það myndi vera að koma í gas og vera búið að drepa á hitabrennarunum og við fórum í kertið varlega undan okkur og niður í miðjum stiga þá drafst á því. Og þá hröðum við okkur að pakka saman og fluttum upp á Strandbugötu. Og menn fengu snert af tvísýrlingseitrun. Og einn maður dó. Það var að vísu maður sem hafði rambað í villu og vímu, svona utangangsmaður, heimilislaus, rambað inn í apótekið og hafði náttúrulega erindi þangað, en hann komst ekki út á apótekinu. Þetta bar það mikið á þessu að sumir, eins og sumir lögreglumenn og aðrir sem þurftu að vera þarna, að þeir gengu með súrefnisskúta. Við það að vera að halda upp í slíkri baráttu við náttúruöflin sem var nú kannski fyrsta skipti í sögunni að menn reyndu að kæla hraunbá og setja varnargarða, og þá var það ótrúlegt að við sluppum við alvarleg slys. Nú það var, gekk mjög vel að kæla en það var horn sem að myndaðist þegar að eldfellið það hafði hlaðist, það hvað maður að segja illa upp að vestan, að það var á bratt. Þannig að eina nóttina þá skreið það undan eigin þunga. Einnig voru þarna furðulegir hlutir sem gerðu sem að enginn hefði getað ímyndað sér, eins og þegar flakkarinn fór á stað. Þetta var stór hluti úr fjallinu sem að sigldi niður hraunstrauminn á mörgum dögum og þetta var eitt af því sem var að vera að kortleggja alltaf hvað hann færi langt á hverjum degi. Þetta stóra fjall, og menn voru hræddir ef það næði alveg fram á Hraunbrún að myndi steypast fram yfir að þá myndi að geta lokað höfninni endanlega. Það hefði enginn séð þetta nema á mynd, það sá það enginn hlaupa þarna. En þetta var, það er nú fleiri en ekki sem trúaði ekki að þetta hafi verið norðurbrúnin af fjallinu. Því að þetta heljarinnar hóll. Í forsveitin okkar, Kristján Eldjárn, kom nokkrum sinnum og í eitt skipti þá fórum við honum upp á það sem við köllum flakkarann. Við fórum þar upp á, þetta var nú fallegt fjall með allar handana litum, og svo spurði hann mig hvort að þetta væri ekki alltaf vonlaust. Eitt kvöldi seint, þá kom Þorbjörn til mín, Sigurð Geirsson, prófessor, og sagði mér það að nú hafði safnað svo mikið hraun á bakvið tjaldaveggina að það nyti að brótast fram. Og þá væri spurning hvort það ætti að bjarga miðbænum eða höfninni. Innsiglingarins, og ég segi svona, já, hvaða gagn af miðbæi og höfnin fyrir? Og hann var ánægður með það svar. Seinni hluta marsmánaðar, ég minnir að það hafi verið 22. mars, messaði Þorsteinn Lúther í Landakirkju. Þetta var mjög hátíðleg og alvarleg stund. Við gengum til kirkju og fengum allir kerti og settustum niður með kertið og meðan Þorsteinn svona fór með falleg orð og bað fyrir okkur. Að vera með oss
í hugsun vorri og í bænum vorum. Þegar messunni er lokið þá fara nú menn að tía sig heim og þá fer að berast fréttur það að það sé alveg gífurlegur vöxtur í gosinu. Vissum nú svolítið að það væri nú svona hefur færst í aukana daginn og þetta var búið að vera skelfilegt. Það var ekki fyrir en aðfaran á 23. mars sem að gígurinn sprakk, þannig hann opnaðist og sprakk á bæinn. Þá fóruð þarna á einni nóttu þarna 60-70 hús. Manni fannst þetta náttúrulega alveg ömurlegt sko og maður skildi alveg taugarnar sem þessi menn áttu voru búnir að leggja allt í þetta koma sér upp þaki og maður sá þessa jötna bara fella tár. Mér leið óskaplega illa en lét mig hafa það, ég horfði á þetta og svo labbaði ég bara ein í myrkrinu grátandi. Hugsaði bara allt horfið. Fannst ég ekkert eiga eftir að koma þarna aftur. Ég man eftir einu húsi sem ég þekkti vel til í. Það var svona lítið steinsteypt einbýlishús. Ég sá það koma skríðandi eftir götunni smáspöl en svo lenti það undir. Mitt hús, já það tók bara, það var svona 5 mínútur, 10 mínútur. Þá var það bara horfið og alveg möguleg mélinsmær. Presturinn síðan Þorsteinn Lúther, blessuð sé minning hans, hann var svo aumur yfir þessu að það var svona eitthvað verið að við vorum svona aðeins að minna hann á það að þetta hefði ekki verið alveg nógu gott að þetta skyldi ske hérna eftir messuna. Hann tók þetta svolítið alvarlega blessaður. Ég sagði bara við hann síðan Þorsteinn, ef þú hefur ekki messað þá er allur bærinn farið, vertu bara rólegur. Það fara þarna 20 húsa í kaf bara alveg á einni nóttu. Þar á veiki urðu menn náttúrulega að flýja með sinn búnað og dælur dælur og sérstaklega slöngur og annað þvílíkt. Ég verð að segja að þetta var, fyrir mig sjálfan var þetta alveg hörmungarnótt vegna þess að þarna sá ég raunverulega æskuheimili mitt og æskustöðvarnar hverfa. Sum húsin fóru þannig að fyrst skall á þau vikuskafl sem var ýtt á undan sér og síðan hvolfdist hraunið yfir þau eiginlega eins og þau köfnuðu. Þetta svæði sem fór þarna þekkti maður hvern einasta mann, vissi hver bjó í hverju einasta húsi og í flestum görðum hafði maður gert prakkarastrygg eða leikið sér og þetta var alveg skelfileg nótt. Ég bæði nú alltaf til Guðs að kvöldin og reyndar oftar og bæði hann þrek til þess að koma að gagni. Og það stóð nú utan glugga hjá okkur, það var bæi yfir kirkjugarðinum, inngöngun í kirkjugarðinum og þar stóð ég lifi og þér munu lifa eftir frelsaranum.